Nú ert þú að hleypa úr hjólbörðunum. Af hverju gerir þið það? Ég er með nýjar skóflur á aftan og ég er svona að prófa mig áfram með þær. Efnið er þannig hérna, eða jarðvegurinn, að ég ætla að vita hvort ég fá ekki meira grip með að hafa aðeins leinar í þeim heldur en ég hef haft. Það verður bara komið ljós, maður þarf bara að prófa sig með þetta hvað er best. Ég ætla bara að vona að þetta verði gott svona, þegar mikið hliðarhalli hérna. Þá breyti ég aðeins loftinu í dekkjunum, það verður bara komið ljós, ég verður þá bara bæti í þær eftir þessa þraut eða minnka eftir í hvort er betra. Er fjöðrunin í lagi hjá þér? Já, hún hefur alltaf verið í fínu lagi. Ég hef ekki þurft að kasta yfir henni. Hún er mjög gott. Bæði demparakerfi og gorma. Það hefur alltaf verið í topplagi í bílnum. Ferðu það ekki bara upp alla þrautir? Það verður bara komið ljós, við skulum vona það besta. Þú átt alveg að hafa það ekki? Jú, ég myndi segja það. Í dag ætti ég allavega að hafa það. Ég ætla allavega að reyna það. Það verður ekki sagði á Móndalóki núna og síðast? Jú, það verður meira heldur en það var síðast. Við vorum orðnir svolítið skítuðir það í framan. Já, við verðum skítuðir eftir keppnina. Og það stóð heima þessi Reynir sagði, það var meira en síðast, en rykið er einmitt einkennandi fyrir torfærinu á Egilsstöðum. Snorri, hvað er búin að gera við bílinn síðan síðast? Alltaf breyta og bæta. En í góða lagi fyrir keppnina? Skiptingin er að hella mig núna. Það er fara 300-400 hestöfli að búa til hita og við erum á svona vinni því að reyna að finna út fyrir því. Ég get nú örugglega keppt með að keppa í lágadrifinu. Steik hérna þá kannski, en það er smá séns að við klárum þetta fyrir 2 klukkutíma. Fikk það ekki skúrnum heima? Já, ég hef reyndað að koma með nýja vél, 509, beint frá Bandaríkjunum með flýðir núna fyrir nokkrum dögum. Skott Skafrá gerði hana. Sér smíðuðu eiginlega keppsvél fyrir toppfæri á Íslandi. Það fekk einn aðalspecialistan hann í Ameríkunum til þess að hannaði það vel fyrir mig. Lýst honum nákvæmlega til hvað sem hún er allu og þessum brekkum og hvernig aksturinn er. Og byggum til þessa uppskrift sem við notum reyndar ýmislegt góð gæti úr inni vélinni. En þetta er allt vel og við vinnum miklu betur í svona brekkum. Þetta er örugglega með mesta tork af öllum vélum og keppnisvélum á landinu. Við erum með 680 líps á fél í tók. Það er svona eins og 3 dísilvélar. Þannig að þetta er alveg rosalegt tæki. En það gildir í torfærinu að vera með alla hluti í lagi. Sjálfskiptingin var eitthvað að stríða honum Þóri, þannig að hann náði aldrei út úr vélinni það sem hann gat. En hér sjáum við Árna Kópsson á heimasætunni. Hann þarf að standa sig vel í þessari keppni til þess að ná herra á Íslandsmeistaramótinu en hann gerir. Og hér sjáum við orkunni í vélinni. Árni, góð byrjun. Fyrstu til að fara þrautina. Hvað á að gera í dag? Bara að standa sig vel, gera þetta svolítið smart, meiningin. Ertu í stuði? Alltaf í góðu stuði. Þetta er svona í betra formi í dag, heldur en það verið. Virkar allt alveg eins og að gera? Þetta er jú nóg afl, eins og þið sáum. Sigþór Halldórsson, þú átt afmæli í dag, til hamingju með það. Á ekki að gefa sér afmælisgjöf og vinna? Jú, við skortum komast ofar en 7. sæti. Við komast í fyrstu 3 sæti. Og það er allt lagt undir í það? Já, það er allt lagt undir. Þú Sigþór Halldórsson keyrði að miklum tilþrifum allan daginn og var ofalega. En í tímabrautinni þá braut hann stýrisann, þannig að hann gat ekki klárað. Og þannig að hann hafnaði ekki í fyrstu 3 sætunum. Magnús Bergsson, núna leiðir þú Íslandsmeistaramótið. Hvað á að gera hérna í dag? Það á að náttúrulega reyna að halda því bara áfram. Leiða mótið, helst. Hvernig líst þér á brautirnar? Mér líst ágætlega, nema hérna mest keyrt dálítið langt hérna inn úr í miklum hlíðarhalla og undan vindi sko. Dálítið hræddur við sko rykið og útsýni hverfi. Nú Magnús Bergsson, hann byrjaði hérna í hlíðarhallanum og ekur þetta ákveðnu öryggi. En var ekki nógu ákveðinn, þannig að hann stoppar þarna og nærði ekki að rífa sig upp. En Krækis er í 195 stig enga á síður. Og næstur í fyrstu þraut var Gunnar Guðjónsson, keppi hér á Kópamjólkinni. Hann hefur alltaf átt góð tilþrif á Egilsstöðum. Hann var til dæmis fyrstur að plana pollinn sem var í tímaþrautinni þá. Pollinn var ekki til staðar í þessari keppni því að hann þornaði upp.
En Gunnar kemst nú ekki nógu langt hér. Einar, hvernig byrjaði þið að keppa? Já, við tók eina keppni fyrir mörgum árum síðan, 85 eða 6, gömlu Willis. Síðan ekkert meir, byrjaði núna í vor, sko byrjaði ég. En Einar lenti í smá vandræði með þessari keppni, hann fór bæði með fram- og afturдрif og gat því ekki keppt í tveim þrautum. Stefán Sigurðsson, hefur eftir að fá að sjá þig velta eða prjóna aftur fyrir þig eða gera ykkur önnur atriði í líku við það? Já, ekki velta, en maður tekur þetta með stæl bara. Nú og Stefán, hann gerði það. Hann ók þessa keppni af miklu öryggi og Þess maður geta að Stefán frá Egilsstöðum og sýnir þess vegna mikil tilþrif einmitt í þessum torfærum. Sjáum hvað hann gerir hérna í fyrstu keppni. Fyrstu þraut ætla ég að segja. Nú hann spólaði sig út úr þessu í staðins að velta. En næstur Gísli G. Jónsson. það skortir aldrei til fyrir það sem Gísli hefur. Orkunni í þessum bíl. Og það ekkert verið að bakka með þetta. Hann gefur hann bara í og klára þrautina af vesku. Glæsilegur árangur hjá Gísla. Hann hefur staðið sig mjög vel í sumar og allur að koma til. Og nýr til leiks mætti hér Kári Hafsteinsson. Hann var að finna sig í fyrstu þraut en fór síðan ávallt upp á við. Það verður gaman að fylgjast með honum. Það sagði það, hann ætlaði að prófa bílinn í fyrstu tveimur og taka svo á því öllu. En hér sjáum við Þóri, hann átti í vandræði með sjálfskiptinguna eins og áður kom fram. Og hér leggst hann út af. Og þarna hefði sjálfskiptingin þurft að vera í lagi. Því að hann hefði getað nýtt aflið til þess að bjarga sig frá þessu. Því það virtist vera nóg að því. Og þá er það Árni Komsson. Skulum sjá hvað hann gerir hér í annarri þraut. Þarna vantar ekki aflið. Þetta er hvað hann beygir mikið með framhjólunum til þess að leita sér að gripi. Þetta geti Þórir gert mun meira af til þess að nota fjórhjólastýrið. Og Sigþór, við munum eftir Sigþóri frá Hellu þegar hann klóraði sig í gegnum síðustu þrautina. Hann fór þarna ívið lengra en Árni, það er mikil barátta þeirra á milli. Þá er það Magnús Bergsson sem leiði mótið. Ekki nógu ákveðinn. Samt er hann mjög góður ökumaður einmitt í torfærunni. Gunnar Guðjónsson. Hlíðarhallinn, það er hans aðalsmerki. En hann er með nýja mótor eins og við greindu frá í síðasta þætti, þannig að hann virðist ekki alveg ná því jútúrunum sem hann þarf. En hér fer hann mjög hátt þessari þraut. Helgi, nú ert þú þekktur fyrir að sjáast reykur aftan úr þegar þú ferð upp brekkur. Hvað er þetta vandamál? Þetta er ákveðið vandamál í önduninni á vélni. Oljan klárast af pönnunni og fer upp í ventilokkin. Og hérna hún er ekki nógu fljót niður aftur. Það fer út öndunin á ventilokkin og týkt grinnaðu. Ertu búinn að ná lausn á þessu? Já, við sjáum það eftir. Ég held það. Þá skulum við fylgjast með Helga Sjött. Þarna kemur vörumerki á sínum stað. Hann fer mjög hátt í brautinni, samt. Það er það Gísli. Gísilega öflugur bíl hjá Gísla eins og við höfum áður sagt. Og hann kann að keyra, slær af á nákvæmlega rétt augnabliki og klárar. Þá er það Kári, hann kemur hér strax til í annarri þraut. Sjáum hvað hann keyrir ákveðið. Það er mjög gott að nýlega. Þá er það Reynir. Hann var mjög frískur þennan dag. Keyrði mjög skemmtilega upp allar þrautir. En hann valt þarna í þessari þraut. Hann virkaði hrikalega, en þetta endaði með veltu. Já, það er allt í lagi. Maður er náttúrulega að reyna að gera sitt besta að koma tími til þess. Merkið ber alveg heldur sínu nafni. Það er bara bíllinn, það er búið að vera truflað með prentin og nýtröðu. Það er komið í lag núna, ég er með nýja vél. Ég hlýt að vera að geta gert ykkur á hluti núna. En tilþrifin voru mikil í þessari keppni og tilþrifabikari lenti hjá Gísla. Við sjáum hann hér í fjórðu þraut.
Það var einmitt, þriðju þraut, það var einmitt sú þraut og tímaþrautin sem hann fekk tilþrifabikarinn fyrir. Glæsilega ekki. Og þá erum við stödd í fjórðu þraut, hér er Árni Komsson. Hann ók mjög skemmtilega einmitt fyrir hluta þessari keppni. En hér kom smá óhapp fyrir hjá Árna. Og þrátt fyrir að byltan lít út fyrir að slæm að þá bjargaði öryggisbúnaðurinn og sýndi og sannaði gildi sitt. Það er strákar, þetta voru tilþrif í lagi í dag. Já, má segja. Svona, þokkaleg. Árni, þú aftur á toppinn og Egilsstöðum eins og í fyrra? Það var alveg óvart. Ég verið ekki tekið fyrir kvótastöld. Einhvern veginn verða menni vera á toppnum eða ekki? Jú. Þetta var alveg óvart. Fór hjá með Röksöld. Já, ég byggði svona sitt lítið af hvoru. Stífa framan og velti búrið svona pínu. Er ekki komin tíma á fyrsta sæti í sumarotni? Þetta er miklu skemmtilegra að vera svona aðeins neðar. Miklu skemmtilegra að vera að berjast þegar náði, en að vera að taka þetta bara svona eins og fara út í búð að kaupa mjólk. Ég held að pakkin var í búin þegar þetta kom á, þú vannst heimasættu torfæruna. Nei, segi það nú ekki. Þetta annars þetta gekk mjög vel fyrir partinu, sko, að keppninni. Síðan kom þetta óhapp og það misti ég út hana. Misti ég máls í út eina þraut, sko, fór hana á hálfum að stigum. Og ef ég hefði náð þarna, hefði ég náð henni, sko, svona þokkarlega. Svona eins og ég fór í hinna brautnara, þá hefði ég líka haldið fyrsta sætinu. Svona er torfærin, hún er aldrei búin fyrir hún síðustu þraut. Nei, hún er aldrei búin fyrr. Það er Gísli, berjast á Akureyri. Jú, það er eitt annað. Þetta er alltaf að ég kemst lengra hann á Akureyri. Já. Það er Við sjáum til. Takk fyrir, verður gaman á Akureyri, sjáum hvað það. Ég fer þá allan í sjóma við hann. Já. En sigurvegarinn í BF Goodrich torfæru bílabúða Benna á Egilsstöðum var engin annar en Stefán Sigurðsson sem keppir á RC skullunni. Og hér sjáum við þá menn fagna sigrinum. Það skil trætt þegar strákarnir var að henda þessum upp í loftið. Engin öryggisbelti, engin hjálmur og ekkert beltibúr. Jó, maður er skítrættur, sko. Maður treystir á það, svo góðir menn. Það er ekkert minna aðrið að hafa topp servicelið heldur en að hafa góðan ökumann. Nei, þetta er alveg helmingur árangrunum, það eru góðir aðstofamenn. En þú sigraðir í dag. Þú sagðist þetta að gera það hér í keppni og þú stóðst við það. Það er náttúrulega stendur við það sem maður er búinn að segja. Það þýðir ekkert annað. Mikið hamingju núna. Já, mjög mikið. Það komið tíma á þetta. Já, mér fannst það. Ég held að þetta sé bara sanngjarnt. Það var svo ekki að rúlla þess aftur upp á Akureyri. Jú, að sjálfsögðu. Það er strákar, þið stóðu okkur flott í dag. Eru þið ánægðir með drenginn? Já, mestu leyti. Mestu leyti? Já. Það var nokkuð að gera hjá okkur, bilaði það nokkuð? Einn öxul. Þið er ekki lengi að því. Hvað tekur langan tíma að skipta um öxul? 6,5 mínútur. Svona lengi? Já, við erum ekki neitt nefn, það er ekkert bilað í sumar. Og þetta var síðan lokastaðan í BF Goodrich torfæru bílabúða Benna í sérbúnaflokknum. En baráttan í þeim flokki var einmitt mjög hörð og við munum sýna frá henni síðar. En á laugardaginn kemur verður haldinn torfæra á Akureyri. Og þá tekur Guðbjörn Grímsson við með Egilsstaða torfæruna. Komiði sæl. Við komum aftur til leiks í BF Goodrich torfæru bílabúða Benna á Egilsstöðum í þriðju þraut. En við sýndum frá fyrstu tveim þrautum í síðasta þætti. Fyrsta sjáum við Sigþór Halldórsson fyrir þessa braut, en í 5. sæti með 60 stig. Það er gaman að fylgjast með Sigþóri því hann skortir aldrei ákveðin í akstri. Enda ekur hann þessa braut með tilþrifum og fær 285 stig, en hann felldi eitt dekk og er þá komið með 645 stig. Næstan sjáum við Magnús Bergsson, en fyrir þessa braut er hann í 7. sæti með 345 stig. Magnús ætlar sér ábyggilega stóra hluti í þessari keppni, enda leiðir hann Íslandsmeistaramótið. En þessi keppni einkennir spennuna sem er Íslandsmeistaramótinu, enda mjótt á munum milli efstu manna. En Magnús fær 285 stig fyrir þessa braut, hann felldi dekk og er þá komið með 630 stig. Glæsileg tilþrif.
Næsti keppandi er Gunnar Guðjónsson á kókomjólkurbílnum en hann í 7. sæti með 320 stig. Gunnar þekktur fyrir tilþrifamikinn akstur og þótt að sé í 8. sæti í Íslandsmeistaramótinu á hann enn möguleika á titlinum sem sýnir þá spennu sem er í mótinu. En þarna skortir Gunnar ákveðni en fær þó 285 stig. Þar sem hann felldi ekkert dekk og Gunnar er þá komið með 605 stig. Næsta sjáum við Helga Sjutt, en hann er í 9. sæti með aðeins 185 stig en hann var fyrir því að missa af fyrstu braut. Helgi er í 3. sæti fyrir Íslandsmeistara og til að halda því má hann ekkert gefa eftir. Skortinn er aldrei búinn fyrir hans síðustu braut. Helgi ekur þessa braut með tilþrifum og fær 270 stig en hann felldi 2 dekk, hann er þá komið með 455 stig. Næsta sjáum við Stefán Sigurðsson en hann ekur RC-skuttlunni. Stefán er í 4. sæti með 410 stig fyrir þessa braut. Stefán er í 7. sæti til Íslandsmeistara og þarf því að vinna þessa keppni til að tryggja sig inn í toppslaginn. Stefán ekur þessa braut með tilþrifum og fær 285 stig en hann felldi 1 dekk og hann er þá komið með 695 stig. Næstur er Gísli G. Jónsson en hann ekur steranum sem er sannkallaður orkubolti. Gísli er í 2. sæti með 450 stig og ætlar sér örugglega sigur, enda í 8. sæti til Íslandsmeistara og þarf því að vinna til að eiga von á Íslandsmeistaratitlum, en að 5 keppnum gilda aðeins 4 bestu. Gísli ekur þessa braut örugglega með miklum tilþrifum og fær 285 stig og er þá komið 735 stig í allt. Næstur er Reynir Sigurðsson. Hann ekur kjúklingum. Reynir er í 3. sæti með 425 stig og sagði fyrir keppni að nú var hann kominn hans tími til þess að taka þátt í toppslagnum. En hann var fyrir því að velta upp úr önnari þraut en tvíeldist bara við það eins og sjá má. Reynir fær aðeins 270 stig þar sem hann felldi 2 dekk og er þá komið með 695 stig. Næstur er Sigurður Axelsson en hann ekur fríður. Sigurður er í 8. sæti með 310 stig. Hann kemur nýr inn í sumar og hefur verið að finna sig á bílnum, en það er ekkert grín að stökkva upp í nokkur 100 hestafla ökutæki og akkur 80-90 gráða brekkur og börð. En Sigurður fær 240 stig og er með 550 stig samtals. Næstur er Þórir Sjutt en hann ekur í Axlunum. Þórir er í 10. sæti fyrir þessa braut með 180 stig. Hann var fyrir því óhæftur fyrir keppni á sjálfskiptingisveikan þannig að hann verður að aka í lágadrifinu og getur þar að leiðandi ekki nýtt orkun sem skildi í þessu fjórhjólastýrða axli. En það er ekki að sjá að skorti aflið. En hann fær 255 stig þar sem hann ekur næstum út úr braut og er þá komið með 435 stig. Næstur er Árni Kópsson. Hann ekur sín í heimasættu. Árni er í 1. sæti með 470 stig. Hann sýndi loks snilli sína með því að aka einn fyrstu braut. Árni er í 5. sæti til Íslandsmeistara og þarf því að vinna ef hann ætlar að eiga von á til 4. ári í röð. Nú Árni ekur þessa braut af öryggi og sleppur við dekki og fær 300 stig fullt hús. Bætir enn við forustinu og er komið með 770 stig. Nú er komin 4. braut, hún byrjar á miklum hlíðarhalla og síðan aftur niður og upp þvernýft barð. Gunnar Guðjónsson er fyrstur en hann er nú í 8. sæti með 605 stig. Og Gunnar er ekki nú ákveðinn og fær aðeins 210 stig og er þá komið með 815 stig. Næstur er Helgi Sjutt en hann er í 9. sæti með 455 stig fyrir þessa braut. Hann fer vel upp fyrir dekkin í hlíðarhallanum. Ekur þetta ákveðið en nær ekki upp og fær aðeins 240 stig og er komið með 695 stig. Og Stefán Sigurðsson, hann er í 3. til 4. sæti með 695 stig ásamt Reyni Sigurðssyni og hann fellir þarna 1 dekk. Hann ekur þetta ákveðið og hann fer upp, fær 265 stig og er komið með 960 stig. Keppnin einkenndist öll að tilþrifum sem þessum og hvergi gefið eftir. Nú Gísli G. Jónsson, hann er í 2. sæti fyrir þessa braut með 735 stig. Hann er ekki alveg nóg ákveðinn upp fyrir dekkin, hann sleppur inn í hliðið. Gísli er ákveðinn hérna og fær 240 stig og er komið með 975 stig. Og Kári Hafsteinsson, hann er nýr keppandi sem fór róla í fyrstu 2 brautum og er í 7. sæti með 615 stig. En hann skortir ekki ákveðinina og fær 295 stig og er komið með 870 stig. Nú Reynir Sigurðsson, hann var ekki alveg nóg ákveðinn þarna heldur, sló og snemma af og fellir dekk.
Hann er í 4. sæti eins og það sagði með 695 stig og fær 295 stig og er komið 950 stig allt í allt. Sigurður Axelsson er í 11. sæti með 350 stig en hann er eins og áður sagði að finna sig á bílnum og fær aðeins 140 stig og er komið 490 stig. Næstur er Þórir Sjöld en hann er í 10. sæti. Þessi braut er tilvalin fyrir hann til þess að nýta beygjarnar á aftan. En hann skortir afli til þess að koma sér upp fyrir sjálfskipti í Sigurðan. Nú hann fær aðeins 60 stig fyrir þessa braut og er þá komið með 495 stig. Nú Árni Kópsson er í 1. sæti með 770 stig. Og hann ekur þessa braut mjög glæsilega fyrir vel upp fyrir dekkin og ákveðið. Þarna fær hann frákast og kastar til hliðar og þetta endar veldu. Hann fær samt 160 stig fyrir þessa braut og er komið með 930 stig. Nú er að gera að bregðast rétt við og það er gert. Keppnishaldarar og aðstofamenn þeirra þeir koma og taka Árna fyrst út úr bílnum og athuga hvort allt sé í lagi með hann áður þeir hreyfa við bílnum. En það er alltaf gert. Árni, er allt í lagi með þig? Já, ég er starfslegin maður. Hvað kom fyrir? Það ætla að fá roksvölla framann og ég held að sé eiginlega ekki neitt annað þar. Svolítið krumpaður greið. Það er nú spjáður. Nú öryggisbúnaður í svona tækjum, það er beltibúr úr heildregnum stáli, 4 punkta öryggisbelti, hjálmur, hálskragi, stóll sem að styður vel við. Allt þetta gert til þess að bregðast við þeim óhöppum sem að geta á sér stað þegar að bílar velta svona. Þetta er ansi harkaleg velta en Árni, eins og hann sagði, er stálsleginn og hann hvergi fyrir því. En núna þurfum við aðstoða með hans og hann að gera bílinn klára fyrir næstu braut. Næstur er Sigþór Halldórsson, hann er í 5. sæti með 645 stig fyrir þessa braut. Sigþór er ákveðinn fyrir vélum fyrir dekkin og ekur þetta með tilþrifum og fær 270 stig og er komið 915 stig samtals. Og hann heldur sínu 5. sæti. Næsta séum við Magnús Bergsson, hann er í 7. sæti með 630 stig. Hann þarf að ná vel út úr þessari braut til þess að komast ofar. Og hann gerir það og fær 275 stig fyrir þennan næstur og heldur 7. sætinu með 905 stig. En það er 60 stigur á milli 1. og 7. sætis. Og Gísli G. Jónsson, hann var í 1. sæti með 975 stig fyrir 5. braut. Hann fekk þar aðeins 225 stig og er komin í 3. sæti fyrir 10. braut. Nú Gísli þarf að aðkvæða þetta á góðum tíma til að segja möguleika á 1. sætinu aftur. En 5. braut, þar breyttust brauðin svolítið því að Árni Kópsson komst inn í hana eftir eftir að vaskir aðstofamenn og hann sjálfur hefðu lagfært bílinn til þess að komast inn. Og Gísli ekur þetta ákveðu mætti fara hraðar, þar sem er aðeins 15 stig sem að skilja á milli 1. og 3. sætis fyrir 10. braut. Nú en þessi keppni, hún einkennist öll af hraða og spennu og kannski einhvern veginn bíl að búa að benna og BF Goodrich, gæð á góðu verði, sýndu sér best þarna. Nú Gísli kemur þarna í mark með tilþrifum á 56,96 sekúndum. Nú Kári Hafsteinsson, nýliðinn, er komin í 7. sæti með 1050 stig fyrir 10. brautina. Og hann hefur ekið 10. brautina mjög ákveðið fram að þessu. Og hann kemur í mark með tilþrifum á 55,50. Hvernig líst þér á tímaþrautina? Mér líst vel á alla þrautirnar hérna. Þeir hafa staðið sig mjög vel ustanvel með þessa keppni sem þeir hafa verið með. Það er ekkert hægt að kvarta neitt yfir því. Hvernig líst þér á að fara með bílinn ofan í pollinn? Mér líst vel á það. Ég sakna stóra pollinn. Það er gaman að keyra yfir hann og maður er mikil fyrir ferð og það er aksjón að sjá þessa bíla á polli. En það er bara, hefur ekki unnist tími hjá þeim sögðu þeir í morgun að dæla í hann. Því það rennur jafn hraðan úr því sko. Svo þetta er líka nýtt fyrirbrigði sem við erum með núna. Það er alltaf gaman að sjá okkar nýtt í þessu. Ætlar ekki að stökkva eitthvað þessum hoppum á hana? Já, það verður bara komið ljós. Hvar maður lendir í röðinni og hvernig bakkarnir verða þegar maður kemur að þeim. Hvort það verður tímabært að stökkva í þá eða ekki. Ef ég sé að það er hægt, þá ger ég það alveg uppstofið. Ég náttúrulega gera allt til þess að ná sem besta tíman. En þetta verður maður bara að lifa með þetta eftir hvar maður lendir í þrautinni og hvernig hún er þegar maður fer í hana. Ég held að það er góður andi hérna. Það ekki? Góður félagsskapur hérna? Það er mjög góður félagsskapur í öllum strákunum hérna. Þetta er alltaf að fara í batman.
Þau máttu að ná meira og meira saman þessi strákar. Þetta er eins og einn stór fjölskylda. Já, það má segja það. Það er alveg sama hvað maður keppir, það vilja allir allt gera fyrir alla. Mér hefur skilst það, ég ætla ekki að bera neinum af þessum strákunum að þau bestu orð sem ég get gefið, öllum saman. Og Reynir Sigurðsson, hann er í 4. sæti með 1140 stig fyrir tímabrautina. Við hefum rekið alla keppnina mjög vel og miklum tilþrifum. Nú hann kemur í mark á 60,29 sem er 8 sekúndur frá besta tíma. Varstu ánægður með daginn, keppnina? Mjög ánægður með daginn. Það er frábær dagur og bíllinn mjög góður, toppstand. Þóri Sjutt er langt frá sínu besta, hann er í 11. sæti með 700 stig. En tímabrautin hefur verið hans aðall, því að þar nýtast beygjarnar. Eins og sést, hann notar afturhlutan á bílnum mjög skemmtilega og virðist hafa fullkomna stjórn á þessu fjórhjólastýri. Kastar afturendanum upp fyrir dekkinu og virðist ekkert hafa fyrir því. Og fjöðrunarbúnaðurinn, sjást að fjöðrun og öllum búnaði nýtur sig vel þarna líka. Það er ekkert verið að gefa eftir, bara staðið út í pollinn. Og hann kemur í mark á langbesta tímanum 46,17 til þessa. Og Árni Kósson, hann er fallinn í 7. sæti með 1042 stig. En hann náði að laga bílinn og aka 50 braut eins og það sagði á hálfu stigum og fékk þó 112,5 stig. Sigþór Halldórsson, hann er komin í annað sæti eftir glæsilegan akstur í 4. og 5. braut og 1210 stig. Aðeins 5 stigum og eftir 1. sæti. En hann verður fyrir því óhappi að stýrisarmur brotnar þarna, þannig að hann getur ekki klárað tímabrautina. Og Magnús Bergsson, hann er komin í 5. sæti með 1125 stig. Hann fer frekar rólega þarna yfir pollinn og þarna drepur hann á, en þetta er dýrmætt því að það má ekki tapa sekúndum í tímabrautinu því að það eru dýrmættar. Hann kemur í mark á tímanum 81,97 sem er versti tíminn til þessa. Og Gunnar Guðjónsson, hann er í 8. sæti með 1035 stig. Hann hefur venjulega ekki tímabrautir á miklum dampi en þarna er einhverja gangtruflanir að hrekkja hann. Þannig að hann nær aðeins tímanum 60,91 sem er 14 sekúndur frá besta tíma. Næstur er Helgi Sjutt, en hann er í 9. sæti með 965 stig fyrir tímabrautina. En það vantar heila braut sem hann misti í upphafi keppninnar þegar bíllinn neitaði að fara í gang. Og hans vörumerki er þessi reykur. Hann kemur í mark með 4. besta tíma á 54,43. Og Einar Gunnarsson, hann er í 12. sæti, enda tók hann út viðgerðarpakka sumarsins í þessari keppni. Það bílaði sem bíla gat held ég. En ekur engu að síður glæsilega á tímanum 54,70 sem er 4. besti tími til þessa. Stefán Sigurðsson er í 1. sæti með 1215 stig, aðeins 15 stigum frá á eftir Gísla, þannig að hann verður að aka hratt en af öryggi á sama tíma eða betri en Gísli. Hann ekur aðeins lakar eða á 57,45 en það dugði engu að síður til sigurs. Nú lokastaðan í þessari spennandi BF Guthries-keppni bílabúða Benna er að Stefán Sigurðsson er í 1. sæti með 1517 stig, Gísli G. Jónsson með 1496, Reynir Sigurðsson í 3. með 1428, 4. sæti er Árni Kópsson 1369, Nýliðinn Kári Hafsteinsson var í 5. sæti með 1348 og 7. sæti Magnús Bergsson.